Já, velkomin aftur hingað til okkar í beina útsendingu á Hringbraut. Til okkar komin góður gestur, Kristinn Hrafnsson, talsmaður Wikileaks og rannsóknarblaðamaður. Vertu kærlega velkomin. Takk. Kristinn, hver þín svona aðkoma að þessum málum? Áttu okkur að beina aðkomu eða ertu meira áhorfandi? Nei, ég átti nú svona beina aðkomu þó hún væri nú mjög lítil. Þannig að ég framkvæmdastjóri miðstöðvar rannsóknarblaðamennsku sem lítið rannsóknarbatteri undir hatti Háskóla Íslands. Þar í stjórn ásamt með Jóhannesi K. Kristjánssyni og Inga Ragnar Ingasyni og sem við stofnuðum þetta batteri fyrir allmörgum ári síðan ásamt með Helga Seljan. Í gegnum þetta batteri þá fór ég aðeins inn í þetta verkefni á lokastigum, svona meira í ráðgjöf og svona fekk að glugga aðeins yfir öxlina á þeim félögum í þessari vinnu og mæta endurum á sinnum með vínarvöruslengju. En það ekki mikið meira en það. Og Wikileaks að sjálfsögðu tengist þessu verki ekki, sem að kannski það væri eflaust öðruvísi, þessi framsetning og svo hefði verið. Nú hefur það gerst hér á Íslandi að forsætisráðherra hefur neyðst til þess að víkja, stíga til hliðar vegna leka upplýsinga úr gagnagrunnum. Fjórða valdið. Já, þetta er náttúrulega fordæmalaust og er stór tíðindi og ekki bara, þetta stór alþjóðleg tíðindi. Ég svo sem hef ekki farið yfir haft hugmyndaflug til að athuga það, en ég held að það hafi ekki gerst áður að upplýsingarleki af þessum toga hafi leitt til afsagnar vestræðis leiðtoga, munið eitthvað dæmi. Ég ekki viss að svo sé. Þannig að við erum að upplifa makalaust tíma, ekki bara í sögu Íslands, heldur í alþjóðlegu samhengi. Og maður hefur séð það sjálfur sér í umfjöllun erlendra miðla, nú hef ég verið í miklu samskiptum við erlenda fjölmiðla, meðal annars í öðrum lekum sem að Wikileaks hefur sett fram í samstarfi við erlenda miðla, sem bæði dapurt út frá þjóðarstoltinu að þáttur Íslands í þessum Panama-skjölum, hugsaðu ykkur, yfir 10-11 milljónir skjala, svona gríðarlega stór og í dag að þá var Ísland og íslensk stjórnmál aðalfréttin úr þessum skjölum og ekki bara úr þessum skjölum, þetta aðalfrétt nánast allra miðla sem við ferðum á, hvort það Guardian, BBC, Al Jazeera, Dagblöðið Líbanon, þetta er ótrúlegt. En fréttaflutningurinn í dag, hann var jákvæðari fyrir okkur sem þjóð heldur en fréttaflutningurinn strax eftir að þessar upplýsingar voru birtar þegar kom fram að íslenski forsætisráðherrann, hann var á forsíðum blaða ásamt svona fremur skuggalegum karakterum, en ekki fréttaflutningurinn í dag allavega svona seinnipartinn og frá þessum mótmælum í gær, sýnir þetta ekki er þetta ekki fréttaflutningur um þjóð sem að brást við og lét ekki bjóða þessu svona? Jú, en menn setja þetta í samhengi, menn hafa þarna á þessum klukkustundum sem að liðnar eru frá sunnudagskvöldi, menn höfðu fyrst þetta fordæmalausa viðtal við forsætisráðherra, þar sem að hann sagði hreinlega ósatt og labbaði út af viðtali. Síðan kemur gærdagur með fjölmennustu mótmælum Íslandssögunnar og síðan í dag er það afsögn og auðvitað í erlendu samhengi þá skilja menn náttúrulega bara í sem slíkt. Það maðurinn verður uppvísað þarna ósannindum og legum og það trúnaðar brot gegn þjóðinni, hún bregst við og í dag er þetta síðan niðurstaðan sem að sagt frá, hann segir af sér, en það var samt sem áður svo að ég var varið það í erlendu fjölmiðlum í dag að spurningi vaknaði, þetta nóg til að endurbyggja traust? Þetta var í 6 fréttum á BBC, fyrsta frétt, afsögn Sigmundar, á undan umfjöllun skattaskjóls umsvif fjölskyldu forsætisráðherra Bretlands og fréttamaður þar spurði sig, þetta nóg til þess að endurbyggja traustið? Og það svo spurning held ég sem að ekki bara spurð í erlendu fjölmiðlum og þeir skilja þetta spurningi sem að ósvarað í íslensku samfélagi, íslensku þjóðfélagi. Kristinn, mig langar að spyrja þig svona vinnubrögð og aðferðir. Og það hefur svolítið
umræða skapast það hérna. Ef við spyrjum annars vegar sko hvort gögn sko séu löglega fengin og eitthvað af því tagi og síðan hitt sko hvort að þetta viðtal við forsætisráðherra af hálfu sænska blaðamannsins, hvort að það hafi falið í sér sæmilega eða hugsanlega ósæmilega framkomu gagnvart honum sem viðmælanda. Myndir þú vilja lýsa afstöðu til þessara tveggja svona spurninga vinnubrögð og aðferðir? Algjörlega, þetta eru mikilsverðar spurningar og rétt að velta því upp og ég sé að leiðar og höfundar Morgunblaðsins og DFF taka með einarða afstöðu til þess að viðtalið forsætisráðherra hafi einhvern veginn mjög óeðlilegt. En ef við tökum fyrst hitt sem er spurning sem að Wikileaks hefur náttúrulega að takast á við árum saman. Hvað með gögn sem að eru fengin með aðgerðum sem eru lögbrot? Hvernig sem það er? Oft vitum en það ekki. Ég veit ekki hvernig þessu gögn eru tilkomin, hvort það er uppljóstrari innan Mossack Fonseca í Panama eða hvort einhver hakkaði sig þarna inn í tölvukerfi. Ég veit það ekki. Og varðandi sumt af því sem að Wikileaks hefur birt, við vitum ekki hvaðan það kemur. En þannig að gögnin sem slík, það verður að taka sjálfstætt mat til þess þegar kemur að blaðamennsku. Það skiptir ekki máli hvaðan þau koma, hvernig þau koma í þínar hendur. Þú verður að leggja sjálfstætt mat á það hvort þau erindi til almennings. Og þetta er bara mælistika. Þú veist, áður fyrir var það bara þannig að þá kom einhver og laumaði brúnu umslagi undir hurðina á skrifstofu blaðamannsins og hann, hvaðan veit hann hvaðan það kom. En ef þau eiga erindi til almennings, að þá verður að taka sjálfstætt afstöðu til þess hvort eigi að birta þau og vinna úr þeim. Er þetta alþjóðlega viðurkenndur staðall? Já, það kemur að svona umdeildum atriðum þegar að snýra að persónuupplýsingum og einhverju sem er viðkvæmt og annað slíkt, en það er sko háð oft svona breytið matið til samfélögum og samfélagslegum viðmiðum, en við höfum þurft að mæta þessum spurningu hér. Ég meina, ég var hérna kærður af fjármálaeftirlitinu og þurfti að verjast með lögfræðingi í 10 mánuði fyrir það að segja frá upplýsingum Lánveitingar og Kaupþingi í janúar 2009. Og ég var ásamt nokkrum blaðamönnum fyrsta máli sem kom á borð sérstaks saksóknara og af því hann tók það upp og ákvaði að henda því í ruslið, þá var svo ákvörðun kærð til ríkissaksóknara sem varð að víkja sætið, þannig að sérstakur ríkissaksóknari var að taka þetta sem fyrsta mál á dagskrá. 10 mánuðum eftir kæru, þá var þetta fyrsta ferlið í gegnum sérstakan saksóknara og sérskipaða ríkissaksóknara að skoða meint brot blaðamanna á bankaleyndarlögum, eins hjákvæmlegt það er. Síðan munið þetta sama sumar, þá kemur lánabók Kaupþings, það var mikið harma kvein yfir því. Það efast enginn í dag það að það var fullkomlega réttlætilegt af Wikileaks að birta þau gögn á sínum tíma. Ein mikilverðasta upplýsinga innspýting inn í uppgjör eftir hrunsins. Nú segjast menn sko sitja að mjög miklu efni, mjög marga. Já. Hver ábyrgð og hver eru skyldur þeirra sem að hafa yfir slíkum gögnum að ráða og eru starfandi sem blaðamenn? Hvers mega menn vænta miðað við þessa staðla sem þú ert að lýsa miðlun og birtingu á þessum upplýsingum? Í sjálfum sér hlýtur að vera bara út frá grunnmati á almannahagsmunum sem að allir blaðamenn eiginlega alla daga verða svo sem að velta fyrir sér. Já, þetta er þetta við almenningar. Hvað er nauðsynlegt að þetta komið fyrir almannasjónir? Það þarf enginn að efast þær upplýsingar þegar eru komnar fram að sjálfsögðu áttu þessar upplýsingar erindi við almenning. Hvað var það aðra upplýsingar og nú tekið það fram að ég hef enga sérstaka yfirsýn yfir allan pottinn að þá hlýtur það mat að fara fram. Og þetta er í sjálfs ekki flókin spurning en hún getur oft verið matsatriði í hver einasta tilfelli fyrir sig. Ég verð að taka það fram að alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna, það er fullt af mjög fínum blaðamönnum sem að ég meðal unnið með í gegnum Wikileaks á Süddeutsche Zeitung og sænska ríkissjónvarpinu og víðar. Þeir taka þessa afstöðu að setja frekar lítið út af raungögnum til birtingar
eru of konservatífir að mínum mati. Mér finnst að það er rétt að það er að beita svona öfuri nálgunarreglu að eiginlega setja allt út nema eitthvað sem sannarlega er þess eðlis að það á ekki erindi við almenning eða veldur skaða. En örstutt svona í vegna þess að ég reyndi að sko nú er það svoleiðis og það er svona Wikileaks-leiðin. Þá er þetta bara matspurning. Eiga 200-300 blaðamenn allan heim að hafa hennar séraðgang eða erum við komin á þar stað í netveruleikanum að almenningi var að treysta þeim til þess að geta og á rétt á því að fara sjálfur í gögnin og gera þar rannsóknir og leitir. Rétt svona í blálókin, þessi viðtalstækni sem að notuð var í viðtalinu við forsætisráðherra. Fullkomlega eðlileg. Ég var að horfa á í gærkvöldi þáttu í Panorama þar sem að þetta brot var sýnt en einnig konfrontasjón sem var nákvæmlega sama eðlis við aðra einstaklinga í Bretlandi í tengdum öðrum málum. Þetta er fullkomlega eðlilegt og ef að forsætisráðherra getur ekki í óundirbúinni fyrirspurn svarað jafn stóru málu á þessu, þá er hann hreinlega ekki hæfur til þess að gegna sínu embætti. Þessi staða sem að þarna kom upp og kalla á þessa nálgun er líka náttúrulega endurspeglun á því að forsætisráðherra hefur náttúrulega sýnt alveg fádæma hroka gagnvart fjölmiðlum landsins og hefur komist upp með það að mata með teskeið upplýsingar ofan í fjölmiðla sem að endurspeglast jafnvel í því að hann tekur viðtal við sjálfan sig. Ekki lengur. Hann er á útleið. Kristi Hrafnsson, þakka þér fyrir komuna. Góðir áhorfendur, þetta er búið hjá okkur í kvöld. Við nafnar verðum hér á samt Birni Þorlákssyni og Hringbrautarliðinu aftur annað kvöld klukkan 9.